Ég vil bara strax segja við ykkur, strákar. Já, go for it, ég er að hlusta. Ég var að senda ég var að senda myndir. Ég var að senda myndir á þig, Arnar. Ekki þig, Arnar. Hvað á Fastbyggum mitt það? Tekni, Arnar. Mailið mitt eða Facebooki? Á Facebook. Og þú ert ekki sína þér. Ég með það bara. Ekki sína strax. Að það er saga. Og það er saga sem sagt af því þegar ég hitti Young Thug og sagan er þannig að ég var einn af þeim sem voru svona að hjálpa til við að skipuleggja tónleikana og það var Laugardalshöll og það var hana Chronic Festival og Young Thug að spila og ég að spila og það voru eiginlega bara allir að spila. Já. Voru þið ekki að spila líka það? Mér minni það, eins og segir, allir voru að spila. Ég er eiginlega samfæður að við höfum verið að spila. Ég held að þið hafa verið að spila. Hvenær er þetta aftur? Sumarið 2018? Já, þetta er bara fyrir 2-3 árum eða eitthvað. Og síðan erum við sem sagt að halda þetta gig og við erum bakvið og Young Thug er mættur í hús. Spólum bara strax þangað. Já. Og Young Thug er yfir henni og ég er svo mikill Young Thug fan og ég var bara, hei, get ég ekki fara að tekja mynd á honum? Og ég fer eitthvað upp og þar er einhver svona gaur sem stendur í hurðina og bara, neða, hann vill ekki að neitt tala við hann og eitthvað svona. Og ég var Eðlilega kannski. Já, en ég var alveg, já, en við erum að halda gigið, má ég ekki bara please tala hans við hann? Hann eiginlega skulda mér það. Já, semmi. Ég er búin að vinna í allan dag fyrir hann. Og hann segi nei, og ég eitthvað, ok, finnið þið. Íslensku gaur í gæslunni? Nei. Bara einhver gaur sem að kemur með... Stór kani, bara risastór kani, sko. Sem bara vinnur við þetta fyrir Young Thug. Já, að ferðast heiminn með hann og segja nei við gaur eins og þig, sem finnst þeir eitthvað verið svona entitled til þess að hitta Young Thug. Herðu, síðan sem sagt sé ég að Reykjavík Roses strákarnir, sem fatamerkis strákarnir, að þeir eru sem sagt búin að búa til eitthvað svona kassa eða eitthvað svona og eru að fara að gefa honum, eru búin að fá leyfi til að fara með inn í herbyggi. Bara með swag? Já, að gefa Young Thug föt. Og þeir eru 3 og þeir eru svona að labba upp og ég sé hvað er að gerast. Ég sé það gaur fyrir fram á, gaur fyrir aftan á og þeir eru 3 í röð og ég bara svona án þess að spurja eða án þess að gera neitt, þá bara svona verði ég allt í henni 4. gaurinn í röðinni. Já. Þetta er samt bæði við, þetta er brilliant hjá þeim, þú veist, bara að þú hugsa líka bara bara kónga á miðöldum og eitthvað, þú veist, það að mæta með, þú veist, klyfjara gjöfum, þú veist, þá ertu náttúrulega boðin inn. Já, þú veist, ef þú ert eitthvað, ég verð að tala við hann, maður. Ég verð að fá að tala við hann. Þú eitthvað brjálaður. Herru, og síðan er ég mættur í röðina og þeir voru alveg svona, þú veist, þeim fannst þetta alltaf lagi, strákunum. Nema ég samt ákvað... Reykjavík Roses, strákunum, að þú væri með. Já, þeim fannst alltaf lagi að vera með. Og ég heldur hafi ekki einu svona fattað að ég væri bara eitthvað að stelast með þeim. Já. Að það væri situationið. Síðan mætum við inn í herbyggið og ég ákveð samt strax að vera kurteis og leyfa þeim bara að tala við Young Thug fyrst. Af því að, þú veist, að þeir voru í missioninu að hann að fara að gefa hana föt og eitthvað svona dót. Og þannig ég held mig bara svona til hliðar. Þeir tala við hann, sem kemur eitthvað svo skrítið moment. Þeir eru allir búin að taka mynd og gefa hann föt og svona. Og sem allt í hennu eru bara allir farnir út úr herbygginu. Allir, bókstaflega, lífverðir, Reykjavík Roses, kærastan Young Thug og eitthvað. Og ég stend bara einn inn í herbygginu með Young Thug. Við erum bara 2 inn í herbygginu. Og þetta er risastórt herbyggi og ég stend svona alveg við innganginn og Young Thug stendur alveg við gluggann. Sko, Young Thug er líka, hvað er hann, 1.98 eða eitthvað? Hann er risastór og sama þó hann hafi verið svona langt í burtu þá þurfti samt að horfa upp. Já, hann er huge. Að því ég er 1.70. Herðu, og ég er svona, ég byrja bara að panika. Þú veist, mér fannst það bara ógeðslega óþægilegt. Er hann að horfa á þig? Er hann bara eitthvað í símanum? Nei, hann fattar, hann er bara í símanum, hvort hann hafi verið að máta eitthvað föt eða eitthvað. Og ég fer, og þá er svona moment þar sem ég verið að reka allir út og ég segi eitthvað svona, ég segi óvart Mr. Thug Mr. Thug eitthvað og ég spyr hvort ég megi fá mynd og hann segir nei
og síðan ég að labba út úr herbygginu og þá kemur svona moment þar sem og ég hef alveg upplegað þetta moment sjálfur þar sem hann hefur verið svona ég vorkenni sem gaur og hann eitthvað ég ok, og hann tala nákvæmlega svona ég ok Er ekki líka eitthvað, Já, þú veist, gamlir eða hann bara, nei, hann er eldri nei, ég er eldri en hann ég er 2 árum eldri en hann Hey kid, hey kid, come over here come over here Herðu, og hann kallar svona á mig og ég bara, ok, þetta er alltaf leið og má taka mynd og hann sagði það ekki á íslensku sko, hann sagði á ensku og og ég fyrir nálatanum og ég tek síma minni upp og ég þarf eiginlega síma ég er að finna bara einhvern síma sem að bæði vegi hver á hana síma Já, hann síma þú átt hana síma, ok og ég tek síma svona upp og ég get ekki haldið á símanum þannig ég bara svona þannig ég enda með því að halda á símanum með báðum höndum og tók mynd af mér og sko Arnar, núna getur þú sýnt þessa mynd getur þú sýnt hana Getur þú komið hingað? Sjáðu myndina byrju, það datt allt út já, þannig myndin og ef þú horfir í glerugun hans Young Thug á myndinni þá sérðu að ég er að halda með báðum höndum Æ, ég sé ekki nógu þá labbaðu bara nær Nei, ég skal zooma þetta. já, ok, hann zoomar bara Þetta er vinstri höndin hans. já, og þannig er hægri höndin Frá hægri höndin hérna. þannig að sérðu að ég er svo Þetta er svona góð mynd Sérst hvað stressaði líka. Já, þú ert eitthvað algjör mús þarna já, en byrju, þannig ég flottur. panika og tek þetta moment og hann hlær ég man eftir, hann hlær að mér á myndir í gangi og síðan posta ég þessari mynd og bæði, horfðu á mig ég lít út eins og þú veist ég lít út eins og það sé eitthvað að mér Já, ég veit ekki, þú veist og það lítur út eins og hann sé með mig í liðveislu Já, það er sko nú þekki þið ágætlega og það er ekkert að þessari mynd en samt einhvern veginn sjónvarpið er kannski detta út á bara því að þú fullu veist, það er ekkert nema 80 í augunum á þér eða eitthvað já, ég var mjög hræddur og en sem sagt maður svo laga tæknina hérna strax bara í fyrsta þetta Rólegur. Hvað er þetta komin á? nei, þetta er flögtandi Svo ég er búinn að sjá myndina, ég þarf ekki að sjá hana eitthvað oftar eða Nei, næri en það sem að gera sem sagt, í kjölfarið, ég posta þessari mynd á social media um mér og er bara, eitthvað ég og Young Thug og síðan postar Aron Khan mynd af sér líka og sjáu þá mynd Úff Þetta er bara eins og sé eitthvað band ég veit þetta er eins og þeir hafi gefið út single og þetta sé svona Young Thug og Aron Khan bandið Já á meðan ég lít út eins og sé eitthvað að mér Já, og eins og ég eigi við eitthvað vandamálastriða einmitt og síðan Aron Khan þarna og Þetta þetta er- var ömurlegt moment Já, er þetta sama bara kvöld, bara 5 mínútum síðar eða eitthvað? ég veit ekki hvernig Hann er- Aron Khan fekk að vera með honum bara svona Eitthvað- sérðu samt, þetta er sama kvöld en Young Thug er samt í allt öðrum Já, fötum. ég var einmitt að spá í því, hvort þetta einmitt hefði verið, þú veist, En þetta hvenær er sem Aron sagt- Khan eða hittan. Nei, þetta er Já, sama já. kvöld þannig að þetta var svona ég held einhvern veginn eftir að ég hef sjálfur upplifað að fólk komi og tali við mig og maður er tónlistarmaður sjálfur og ég held að ég myndi aldrei verða starstruck sko. Nei, en varð alveg geðveikt starstruck já, nákvæmlega þarna já. Sko, ég er eitthvað að reyna að, ég man eftir mómentið þar sem þú varst starstruck þið hitti Schoolboy Q. Já, Já. þá var ég alveg trilltur, sko. Það var samt bara geggjað, ég geggjaði mynda mér og honum og það var bara gaman, sko. Já, ég er náttúrulega líka cool Ég mynda mér endaði að Schoolboy Q Já, ekki einmitt. eitthvað með báðar hendur og myndavelinu Nei, og ég taka líka endaði selfie ekki eitthvað einn inn í herbyggi með Schoolboy Q, eitthvað Mr. Q, þú veist, það var bara eitthvað svona þægilegt. En veist, til þess að vita Ég á líka flott að mynda mér með Axon Bronson. Eða Já. það? Til þess að vita allt sé satt í Young Thug sögunni það sem myndin segir það er bara, þetta er selfie, það var enginn til að taka mynd Nei. og ég held með báðum höndum Já. í myndavélina og er mjög hrættur í framan Já, einmitt. Þannig að þetta var eiginlega bara ótrúlega skrítið allt saman Já. en að hitta svona legends og maður verður alveg krakki Ég verður bara skrítinn, sko. Já, því maður Veit veit ekki í ekki kringum þegar ég heiti Schoolboy Q af því að ég er mjög hrifinn af hann, ég var mjög skrítinn. Síðan líka bara verði ég svolítið svona ég lenti bara í því núna bara þar senstu helgi að verða bara pínu starstruck þegar ég veistu hvað þetta er Soð eru? Matreiðsluþættir sem eru á RÚV. Nei.
bara, ja, þú veist, þeir voru á YouTube og eru núna á Rúf og þetta er bara eitthvað gaur sem er þess að þætti. Varstu starfströkt yfir einhverjum Ég vil bara starfströkt yfir bara þegar ég sé lið sem að ég hef bara mjög gaman af eitthvað, þá verði ég bara starfströkt. Bara gaur sem með einhvern sjónastátt. Já, sem heitir Svoð. Þátturinn heitir Svoð, já. Ég veit ekki svo hvað gaurinn heitir. Mér langaði það er rúflegasta nafn sem ég hef heyrt ever á þætti. Já, en ég sá hann einhvern veginn og mér langaði bara upp á hann. Mér langaði gett mikið upp á hann og segja það er upp á hann. Já, nei, bara mér langaði að færa mig nær honum og vera bara eitthvað bara geggjaði þættir og svo var ég eitthvað svona að vinna með þetta scenaríu í höfðunum hvað er planið mitt? Ætli ég bara fara upp á hann og vera bara eitthvað bara geggjaði þættir, ég bara alltaf að horfa á þetta og bara, minnst þú æðislegur og eitthvað og hvað svo, hvað fæ ég út úr þessu, er ég bara ángran? Þannig ég sleppti þessu, af því ég held kannski ég myndi vera ángran en núna sé ég eftir því, ég vildi lofa þér því, Arnar, að gaurinn sem með þáttinn Svoð að þú hefur ekki verið ángran. Hann var með einhverju fólki, hann var að tala ensku við einhverja, þú veist, við einhverja fólk. Það er gaman þegar fólk kemur upp á manni og í vissum aðstæðum það er geðveikt, en leið og ef þú varst búið með 4 bjóra þá nei. Alltaf ef einhver er búin með 4 bjóra og hugsar, ég ætti að fara að tala við þennan, þá nei. Meiri segja bara, ef þú ert búið með 4 bjóra og þú sér mömmu þína, bara ekki fara að tala við hana. What? Ekki fara að tala við hana. Ég er ekki sammála þessu reglu. 4 bjórar, sama hvað það er, ættingi, kærasta, fræmanneskja, gaurinn í Svoð. Það er bara vond hugmynd. Jæja. Það leiðir það getur leitt til leiðinda. Já, sko, ég er eitthvað svona núna að rifja upp svona öll skiptið sem ég hef verið starfströkt, en það bara mun eftir einu þegar ég var lítill. Já. Og ég var lítill rappari á Sauðárkróki og kom einhvern tímann til Reykjavíkur og var örugglega í Kringlunni eða eitthvað og ákvæmi Guðan er að gefa út held ég plötuna Dæmisögur, þetta er svona 2002 eða eitthvað. Já. Og þá þarna þú veist, ég var mjög mikill ákvæmi Guðanamaður, þú veist, 2002 ég er 14 ára, ég er alveg pínu lítill og þá einmitt þarna keypti ég plötaðum, ég keypti ból og svo ætlaði ég eitthvað að segja við þá og þú veist, munnurinn á mér einhvern veginn fraus, þannig ég sagði bara eitthvað svona þú veist, ég sagði engin orð. Já. Það er fyrst skipti á ævinni sem ég lenti því að ég var bara það starfströkt að ég gat ekki talað. Já. Og svo ég bara beilaði, fór. Já, ég man ekki ég er að reyna að rifja upp eitthvað svona moment, sko. Ég man ég var starfströkt einu sem þeir hitti Megas. Já. Og á hvað heitir barinn hræðilegi barinn á Akureyri? Pósthúsbarinn. Það er búið lokunum. Geggjaður? Nei, hann var ekki geggjaður. Nei, hann var ekki geggjaður. Og með bara örugglega fullri virðingu fyrir að það pottið bara einhverju vinur okkar sem voru með hennar bar og örugglega búin að bóka. Manst ekki, þetta var svona hvítt, flísalagt golf og rauð ljós eins og kjúklingabúi innan rispuð plastglös og síðan alltaf vera að fljúa inn einhverja svona FM DJ-a úr Reykjavík. Já, jú, ég tek tilbaka það sem ég byrjaði á hann. Ég held mér hafi aldrei liðið vel. Inn á pósthúsbarnum? Nei. Þú veist, það var alltaf einhvern veginn lastri sort og maður hefði bara átt að sleppa því. Já, nema maður var, veist, það hefur verið í einhverju vislu eða eitthvað. Það hefur verið fínt. Já. Þannig að það heldur gott. Nákvæmlega. Mér okkar að spyrja ykkur einu strákar, ég var að tala um að vera starfströkt og þú var að segja eitthvað að ef þú ert búin að drekka 4 bjóra eða eitthvað sleppt í að Ég bæði vegi bara ekki samanlóði. Bara búin fyrir að ég er svo sem mest ekki alveg mega sens og blanda ykkur fjölskyldumöðlum og inn í þetta. En ég skildi alveg pínu, ég hef alltaf verið eitthvað með henni í bæja eitthvað og ótrúlega hvað fólk leifir sér að búið að drekka smá. Já. Og svona kann ekki mörg á mínum að því. En hvað er... En sumir samt bæði vegi blindfullir eru bara skemmtilegasta interaktion sem lendir í bara allt kvöldið. En er interactionu byggt á því að þau eru að koma til þín bara hei, er hlust tónlistin eða eitthvað svona? Hvað segirðu? Er interactionið byggt á því að fólk er að koma til þín og er hei, ég er að fíla tónlistin eða og svo byrjar eitthvað bull? Er það að tala bara þú og viniðin er að demma? Ég skil ekki alveg spurninguna. Ég er að segja að þegar fólk kemur upp og er búið að drekka og svo tala um að það getur svo skemmtileg interaction ertu að tala um þegar að koma aðdæmandi til þín, skilur mig? Já, bara... Þú ert ekki að tala um bara einhverjir fulli gæja bara að chilla með þér?
Nei, bara eitthvað random fullt fólk. Já, Nei. sem veit ekkert þú kannski. Það samt líka gaman. Já, það getur verið... En þú veist að tala þegar að koma aðdáendur upp á þér, skilur mig. Já, ef þeir eru bara komið upp á mér og eru jafnvel búin með 5 bjóra og eru bara geggjur tónlist maður, bara hefur gert helling fyrir mig, bara vildi segja þér, bara við sjáumst. Það er geggjur. Það er geðvitt. Og auðvitað, ég er búin að bara segja eitthvað, eins og svona 90% sem ég segi, er náttúrulega bara eitthvað. Það sem ég var kannski að meina með áðan var að ég er svo oft þessi gaur. Þið langar að fara og tala við gaurinn í sof. Það er til svo mikið af fólki sem ég finnst bara vera að gera fyrir að geggjaða hluti og af því ég þekki þetta fólk ekki, þá langar mig að vera þessi gaur sem kemur upp á honum og er bara eitthvað, herru, ég verð að segja þér bara, mér finnst þú bara alveg trilltur og þú gerðir ógeðslega vel þarna og bara, that's that maður, bara takk fyrir mig, meira svona og svo bara vil ég Er þetta það sem þið myndi kalla svona perfect interaction við... Mér finnst að maður eigi að bíða ef maður sér fræga manneskja á djáminu. Mér finnst það eiga að vera stutt og hnitt með það, sko. Ef maður sér fræga manneskja á djáminu, þá á maður helst að bíða og bíða eftir hún byrji í samtali við góða vini sína. Það sem að maður sér að þau eru svona að eiga moment og þá er best að svona þröngva sér á milli þessari tvekja manneskja og öskra eitthvað, bara ég elska fucking dótið þitt og dýrka þess að þetta gera og síðan þegar manneskja segir, heyri, ertu til að fara þessi burtu, þá er mjög gott að vera mjög reiður. Ég skil þig. Þannig ég vil segja að það væri... Hvað á ekki að gera, basically. Það væri svona perfect interaction. En er þetta ekki, þú veist, hvort er algengara? Að fólk komi bara, heyru, fílastöfið, bara jákvæð, miklu bara eins og einhvern veginn með allt í heiminum. Það er meira jákvæð þó að fari meira fyrir því neikvæð. En er þetta ekki, svona pínu súrrealist, skiljum mig, því að þú varst þar með, varst ungur og sögurkröki eitthvað að rappa og afkvæmi guðan alveg bara og þú veist, Úlfur náttúrulega var alveg hjút stæmi og og það er potti eitthvað gæði sem hugsa núna þig eins og þú hugsa afkvæmi guðana en þú veist, ég bara spái þú veist, hversu súrrealist var það þegar kom fyrst eitthvað svona, ég er búin að hlusta tónlistina og hversu langt síðan bara svona, þú veist, ef ég fætti þinguði, þú veist, í fyrsta skipti það sem kom ykkur upp að það er bara svona starstrukt af þér. Manstu þetta því? Ég er náttúrulega með svo lélegt minni að, ég er með þannig minni, ég man ekkit mörg ára aftur í tíman, þannig að, þú veist, fyrsta skipti sem ég man eftir eitthvað svona er bara fyrir 2 árum eða eitthvað. Þú veist? Nei. Þú veist ekki sem búin að gefa þetta vaka vel? Já, búin að gefa. Ok, Arnar, er spurning kannski fyrir það bara til þín? Nei, sko, ég man ekki þetta til fyrsta skipti, ég man bara, mér fannst þetta bara trillt og mér finnst þetta ennþá trillt. Ég ætla að segja sannleika, ég man eftir ég var að spila á Selfossi og þá upplýði fyrsta sinn svona, það var stelpa bak, ég var að spila í félagsmiðstöð og ég var frekar ungu líka og það var stelpa sem fekk að koma, eitthvað svona, herrðu, hún, eitthvað, Guðrún eitthvað, vill koma að fá að tala við þig. Guðrún eða eitthvað, pottið Guðrún. Ég man ekki hún hétt. Okay. Og hún fær að koma að tala við mig og hún fyrir að hágráta þegar hún hitti mig og hún panikar. Og fór bara tíminn eða svona meira í bara svona að reyna að hugga hana. Og var þetta bara eins svona heitt bíber eða hvernig? Já, það var bara þannig moment. Og þetta var og þá upplýði fyrsta sinn svona, heyrðu, þetta var dálítið skrítið, sko. Þetta bara eitthvað sem gerist, bara hvaða lög varst ekki út þessu tíma, hvaða disk? Það bara nýbúin að gefa bara ég. Ein plata. Varst alveg með, var eitthvað gerla bara leiði yfir hann bara með að sjá þig? Nei, hann fór bara gráta, sko, leiði ekki hana. Ok, hefur þú hendið ykkur svona, Arnar? Nei. Fólk nú með tattoo. Jú, fólk hefur alveg gengið langt fyrir okkur. Fólk með Úlfur, tattoo, hægri vinstri, sko. Ég elska að þú segir bara eins og með Bieber, við erum alveg, gautarleg, íslenska Bieber. Við erum alveg líka svona. En eru margir með Úlfur tattoo? Já. Já, ég veit ekki hversu margir, en það hefur alveg reglulega einu tíðina einhver verið eitthvað svona textabrót. Já, svolítið að textabrótum. Já, alveg, en ég þekki þetta, hefur eitthvað gert tattoo eftir? Það er 1 tattoo. Manstu hvað er það? 24. Já, alveg, út af læginu þínu? Já, út af læginu 24. Bara tölum 24? Já. Og ég inspæra, sko, og ég teiknaði 24 og hún fækst tattoo. Mér finnst það mjög merkilegt. En ég hugsaði, sko, ég myndi miklu frekar fá mér Úlfur tattoo heldur en, þú veist, til dæmis Aron Kahn tattoo, veistu hvað ég tala af því að, og byrju, ég ætla að útskýra það Aron Kahn einstaklingur, Úlfur er hljómsveit og það einhvern veginn svona
mér finnst það allavega ef ég segja það upp á skrýtnara að setja flúr af einstakling á líkamann á mér heldur flúr af hljómsveit á líkamann á mér. Já, smá, eða ekki? Ég veit það ekki. Ég bara að reyna að finna einhver ástæði fyrir því að fólk ekki með fleiri MC Gauta þáttum, sko. Já, ég er bara það. Ég er bara hvað á móti Aroni. Og ég bara, þeir sem fá sér MC Gauta tattoo, sérstaklega þeir sem fá sér bara, þú veist, mig tattoo. Og bara mynd af mér tattoo. Þeir fá frítt og tónleika að eilífu. En það þarf að vera, þú veist, realistic andlitsmynd af mér. Vitið þetta, hefur eitthvað gert portrétt af einhverjum Íslending og þú veist, það var ekkert einhver fjölskyldumeðlim, en hefur eitthvað svona big fan, þekki þetta, muni ekki eftir hefur það gert? Jú, og rest in peace, Toggi fekk sér erp. Já, fekk sér erp. Alveg rétt. Er þetta eina dæmi sem við veitum? Ég þarf að veðja að það einhverjir gaurar með, þú veist, Jón Pál eða eitthvað á sér. Já. 100%. Hann algjör típa sem einhver liftingagur myndi vera með. Haft og Július sem Jón Pál. Já, nákvæmlega. En ekki skrítið að sé ekki, þú veist, menn ættu að vera með Bubba Mortens tattoo. Það eru gleikum með Bubba á sér. Heldur að sé eitthvað með andlitsmynd af Bubba Mortens? Ég get alveg ímyndað mér einhver sem er bara góða slæma andlitsmynd af Bubba Mortens. Gamla Bubba eða nýja Bubba? Þú veist, gamla Bubba eða Bubba í dag? Gamla Bubba, unga Bubba. Já, ungan Bubba með Seago Bubba. Já, 100% sko. Já, það er alveg, þú veist. Myndi maður velja sér uppáhalds tímabil sitt og, þú veist, að því maður myndi ekki fá sér Bubba með hár. Ef ég ætti að fá með Bubba tattoo núna, myndi ekki fá með Bubba með hár tattoo. Ég myndi bara, ef ég myndi fá með Bubba tattoo í dag, myndi ég senda bara SMS á Bubba, sendu mig selfie, sem myndi ég fá með bara selfie hérna. Sendu mig selfie, ömuleg mynd sem bara tattoo var það. Flúra á með Bubba. Nei, varandi svona að segja með hljómsveit og einstaklingur og eitthvað. Ég held að það skiptir bara máli hérna heima, skilur við. Það aðeins að vera með Drake tattoo heldur en, þú veist, Gauta tattoo, skilur við. Er það ekki það? Jú, kannski bara út af smæðinni og allt það. Já, þú veist, þau eru örugglega að fara að hitta Gauta eitthvað, skilur við. Já, en það er ekki frekar trillt, þú veist, ef þú ert bara það ruglar og færir Gauta tattoo, þú hittir svo Gauta og ertu 100% að vera Gamli! Já, annar hverju viku eitthvað. Já, alltaf hitt hann. Þú væri búin að frétta því, auðvitað væri búin að frétta því, einhver væri bara með andlitsmyndaðir, Já, ég held að sé enginn með andlitsmynd okkur. Nei, 100% ekki. Nei. En mér finnst það alveg trillt að ef ykkur tekið eitthvað á textunum ykkar. Já, það er úslega fallegt. Já, mér finnst það alveg mega pepp fyrir ykkur. Já, ég bara, hér með, óska eftir því að fleiri fara að fá sér línur til að maður geta fengið sér eitthvað svona eins og skrifa þetta má yfir magan á sér, eða eitthvað. Skrifa þetta má? Já, þetta má. Yfir magan á sér? Já. Svona sem Thug Life tattoo. Já, ég veit það. Þetta má. Ok. Thug Life, skilur, þetta er 2 orð. Ok. Það var eitt sem ég sá í morgun og heyrði aðeins helgina sem aðeins að spyrja út í. Það er hafið eitthvað fylgst með það sem er í gangi með TikTok. Já. Þetta meina með bara Trump og TikTok og... Já. Í rauninni bara amerísku ríkisstjórnina og TikTok. Já. Eða svona lauslega. Núna er að Trump að tala að banna TikTok í Ameríku og núna er Microsoft að fulla að kaupa. Hvað finnst ykkur þetta? Hvað finnst ykkur að kynverjar gerðu bara app sem er sjúklega vinsæll og ég náttúrulega að safna mega gögnum. Hún getur bara virkað sem hlerunarbúnaður. Bara eins og við vitið. Er það að safna eitthvað? Sko ég er ekki búin að sökka mér neitt í þetta. Er TikTok að safna eitthvað meiri gögnum heldur en Messenger eða eitthvað hannig? Já. En ég meina, er Facebook löglegt í Kína, skilur við? Nei, það er það ekki. Nei. Þannig að hvað finnst ykkur þetta? Finnst ykkur þetta alltaf lægi? Finnst ykkur þetta eitthvað? Ég spái aðeins í þessu svona þegar það er verið að safna ég hugsa bara, ef það er verið að safna gögnum mig og ok, ég ætla ekki að byrja þetta mig Pabbi er búin að teipa fyrir myndavélina á tölunni sinni. Það er fullt af fólki búin að gera það. Já, en hlusta hver í fjandanum ætti að fara að horfa á pabba minn í gegnum myndavélina og út af hverju? Já, það er samt bara svona eitthvað að möguleikin sé fyrir hendi sem er náttúrulega óhugnilega. Það er ekki það eitthvað... Ég hugsa þetta svona, ef einhver nær og ég reyndar, nú er náttúrulega einhver að fara að hakka töluna mínu bara því ég er að segja þetta, skilur. Nú er ég alltaf að fara að teipa fyrir, en þú veist, ef einhver var að hakka sig í töluna mína og horfa á mig, þá væri það bara
svo mikið good job, skilur að bara gera svo vel, komdu bara horfðu á mig. Já, en þú veist, það sem þetta kannski snýst væntanlega að þú veist, það gaurir í ameríska hernum með TikTok, gera eitthvað dansvídeó á TikTok og þú veist, þetta getur virkað bara sem hlerun og búnaðir, þú veist, inn í skrifstofum ameríska hersins eða eitthvað. Já, en veistu hvað hvernig Ég held að TikTok sé ekki bara njóstum þig, veistu hvernig herinn þetta bregðast til þessu? Láta alla geima símana frammi. Herðu, við erum að fara að halda hérna fundum þarna kjarnorkusprengjuna í Norður-Kóreu, allir að geima síman frammi, þarna TikTok-bóksinu. En þú veist, finnst ykkur ekkert pínu sturla líka að hugsa þú veist, hafi ekki séð Saving Private Ryan og fullt af eitthvað svona stríðsmyndum, þú veist, bara eitthvað seinni heimsstyrjöldin og Víetnam og svona, finnst ykkur ekkert skrítið að hugsa stríð og það bara gæjar að taka selfies og TikTok-vídeó og finnst ykkur það ekkert skrítið? Það voru bara á netinu, bara 4G og Ertu að tala um í framtíðinu verið þannig stríðsmyndir? Það bara þannig í dag. Já, menn þeir eru í Afganistan og Írak en þá og eitthvað svona. Bara eitthvað að sprella. Jú, auðvitað er það mjög grilluð pæling. En ef við förum aðeins aftur að bara, úrst að tala um bara Trump að banna TikTok af hættunni að þetta sé einhvers konar hlerun og búnaður. En ég veit ekki, er þetta ekki bara annað pólitískt útspil til þess að ná sér í einhvers konar völdi, ég meina það löngu komin alls konar forrit á markað sem eru að safna nákvæmlega sömu upplýsingum ef ekki verri og og það ekki eins og sé bara Bandaríkjamenn sem að gera það. Þannig að ég upplifi þetta sem svona í fljótu bragði að þetta sé miklu meira þetta kalda andrúmsloft sem ríkir milli Bandaríkjanna og Kína heldur en að þeir séu nákvæmlega að ná nákvæmlega þessum upplýsingum inn með þessu forriti, sko. Þú ert ekkert að túlka þetta sem einhverja árás frá Kína á Ameríku. TikTok. Það væri svo ótrúlega grillað að veðja á þetta. ef þetta væri planað frá grunni, þá finnst mér 5G umræðan miklu sniðuri. Hver er 5G umræðan? Bara Huawei að þeir voru að engavæða 5G staurana sem áttu síðan að koma. Það er ekki náttúrulega engavæða en þeir þeir voru framarlega í því að framlega þetta internet sem að hefði þá gert þeim kleift að safna meiri upplýsingum á einhvern eitt stað. Það er náttúrulega þeir eru að sitja í senda í Íslandi. Vodafone og Nóa eru með senda frá þeim. Já. Það er bara Síminn sem er með senda frá Ericsson. Og þeir eru bara að tala þú veist, það er ekkert að óttast. Nei, en þú veist, já, það er ekkert að óttast. En 5G, þú veist, er það bara hraðara net, skiljum? Það er hraðara net, já. Það er ekki bara. Jú. Pælið í þessum. En það styttri... Finnst ykkur netið ekki að geta hægt í dag? Ég er alltaf brjálega. Hversu hratt þarf það að vera? Ég hef þetta spáið, þú veist, náttúrulega... Hefur einhvern tímann, veist, einstaka tilfellum ég eitthvað svona, netið, það er bara þegar ég er upp á fjalli. Já, þú veist, mér langar líka bara að spyrja ykkur út í og það er að vera að tala um hraðan. Er þetta bara hraðar net? Ég vona ekki. Þú veist, ef þetta er bara hraðara, þá chillið aðeins, skilur mig. 4G bara geggja, ég er upp í sögumbústað bara wing, skilur mig. Hvað heldur þetta sé? Annað en hraðara net? Þú veist, ég held að sé bara hraðara net, en ég er bara átt að má bara eitthvað, þú veist, ég get að beðið í smá tíma eftir því. Er það þá þannig að þráðlaust net sé í rauninni bara orðið á við ljósleiðara? Þú veist, með tilkom 5G. Við erum að tala ég er ekkert með Wi-Fi heima. Já, en strákar, ég ætla að láta ykkur... Ég er bara með 4G. Smá bara note to you guys. Þetta er kannski ekki endilega að vera að hugsa þú veist, YouTube-nótkunna ykkar. Það er líka alls konar... Það er alls konar... Sekundubrót og... Nei, þú veist, það er alls konar starfsemi, fyrirtæki og þú veist, bara það að upplóta mörg 100 gigabætum getur orðið sekundubrót, skilurðu? Og alls konar gagnafjöldi. Veistu hvað að tala um? Tengi flakkara og þarfst að bíða í hálftíma stundum, skilurðu, eftir ykkur dóti. Og það er kannski verið að tala um að það er þetta auðvelda þú veist, betri gæði þú getur fengið til dæmis í sjónvarpið þitt á streymi ef við horfum á þetta bara sem einhverju svona almenna notkunar að gæðin fara upp, skilur Spotify getur til dæmis kannski hægt að vera MP3 og farið upp í WAV-fæla alls konar spila stærri fæla og fá betri gæði ég reyndar, kannski ég man ekki, ég held ég upplóta alltaf WAV-fælum inn á Spotify kannski bara tala raskt
Nei, þú veist, Ég veit það ekki, einhver ástæðan, ég held að sé allavega ekki til að grilla hausinn á fólki. bara hraðara, nýra, betra, ég vil það. Já, þú veist, ég er alveg hrifinn af einhver nýri tækni og svona, en þú veist, veitir hvað Elon Musk er að gera hérna með Neuralink, við kynntum það. Honum finnst þetta of hægt. Þú veist, hann vill ekki þurfa að fá gögnin sinni í gegnum tæki. Hann vil bara setja tækið beint inn í heilan. Og þetta er bara, þeir eru að gera bara testing á þessu. Við hafa ekki testum þetta. Nei, en ég sé þetta í Black Mirror þáttum. Þetta er bara, við erum að tala þetta er bara staðirinn. Bara ekki svona einhverjum implants. Já, bara human testing, þetta er bara size of a penny, sett bara gert gat á höfuðkúpuna, sett tengt þetta við heilan með einhverjum örþráðum eitthvað og þá áttu geta verið bara eins og tölva, skiljum mig. Það bara, ég er hort á YouTube bara í augunum. Mér langar það svo lítið, sko. Ég veit það, þessi gaurar þurfa bara að labba í essuna eða eitthvað, það er svo slaka á. Já, huglega. Það er ekki leið með það. Ég er bara að spá, Heldur þú myndi fá error í augun, skilur þú, bara, þú myndi fá vírus í þetta dæmi og þú væri bara, eitthvað. Já, en þú veist, það er líka, þú veist, hinn endur á þessu, verður hægt að setja eitthvað vírus í þetta, þú veist, er þetta að hakka þetta, getur farið bara í heilan og gæðan og stjórna gæðan, skilur þú? Ég held að sé náttúrulega ekki verið að tala ég held að sé, já, vonandi. Ég vona það. Þetta er líka, þetta er allt bara, þessi gaurar eru bara að fara að runga sér, allir. Það er einhvern veginn, allt sem að gerist, öll tækni og allt sem að gerst, endar alltaf bara með að menn runga sér. Ég veit maður, þetta eru bara allt saman eitthvað misstórar og hraðar rungmaskinur. Allt saman. Hraðar internet, 5G og implants. Í hvað er svona virtual reality nota annað en rung? Hitt og þetta, en meðal annars rung. Það eru allir bara fólk í runga sér. Við erum bara að tala að Björk hélt svona virtual reality tónleika og síðan er þetta Pornhub. Hvað? Já. Virtual reality, það er bara Björk hélt tónleika og síðan... Og svo Pornhub. Já. Ég hef ekki teirt hann fleiri verkanum. Nei, þetta eru bara þessi tvö verkan. Það er teitinu að tölvuleikja bara tónleika hjá Björk. Og Pornhub. Ég elskar líka, þeir eru bara með lokuð augun og rungar sér. Það er einu sem ég gera. Oh my god. Já, en sérst, þar sem að þessi þáttur hjá ykkur er mjög líbó og við ætlum að tala allt og ekkert og þið gáðu mér einu frelsi bara, hei, hendi bara á með ykkurum topikum og við gönnum þau bara. Og þetta er pínu svona tímalaust. Ég er samt að líka með tímafullt, skiljið, ef þið viljið fara í það. En hvort vil ég, tímalaust eða tímafullt? Tímalaust. Okay. Tímalaust. Mér langar að heyra hvað ykkur finnst drauga. Og ég veit að þeir eru núna bara, draugar, við vorum að tala Trump og eitthvað. En ég vil frekar tala drauga en Trump. Já, ok, ég fíla það. Byrjum á því, trúið á drauga? Sko, nei. Okay. Nei, ég trú ekki heldur á drauga. Bara í rauninni, sko... Og er það bara engan veginn eða svona... Alveg, sko, gjörsamlega engan veginn. Það er bara ekki séns. En á einhvern undarlegan hátt, sko, þá er ég samt einhvern veginn, ég er svona opinn fyrir hugmyndinni og svona eitthvað svona væpinn og allt það. En alltaf það er ekki séns, sko. En þessi pæling með að orka eyðist aldrei, heldur skipt, hún transformast alltaf í eitthvað annað og heldur að sé til eitthvað svona leifar, eins og nú segi ég bara orð sem breytist í einhvers konar orku og fer út og verður engu heldur að, þú veist, þegar manneskja deyr og þetta sem er kallað sálin, sem að líka náttúrulega bara er það til heldur að gæti verið til einhvers konar orkuleifar sem að mögulega séu Sko, ég er alveg opinn fyrir því að þegar þú deyr þá verði orkan að einhver og ég er ekkert að ég veit ekki sem hvort ég trú á því að ég held í einhver vonuna en ég er alveg opinn fyrir því að orkan fari og það gerist eitthvað en það er ekki séns að þú verði bara draug þú veist af öllu sem orkaðin geti gert einhvern veginn í þessum stóra heimi þú verður ekki bara að fara að vera einhver draugur sem er eitthvað að hanga í einhver húsi það er ekki mest creepy í heimi þegar maður var yngri og það var verið að segja við maður eitthvað svona að dáin manneskja og hún er dáin en hún vakir yfir þér
Já, fylgist með var ógeðslega creepy og ég ekki að tala bara í samhenginu sem við tala um rungsamhenginu sko, fyndið sem að ég var fræðilegt einmitt að fara að koma inn á þetta bara fyndið við sem aftur þetta eitthvað svona smá rungumræður en einhver svona, þú veist, þegar ég var einmitt, þú veist, þegar maður yngri og maður eitthvað svona að uppgöta hluti, á sama tíma þú ert alveg svona opinn fyrir tilhugsuninu drauga og það að einhver vaki yfir þér og sé alltaf að fylgjast með þér það eru tveir hluti sem alveg svona fara ekki vel saman. Nei, hræðilegir. Mjög illa að uppgöta saman sig annars vegar og hins vegar vera opinn fyrir hugmyndir að þú veist einhver fylgist með þér að amma sé að horfa. Já. Ekki gott. Nei, og þetta ég vil bara fólk bara hverfi. Ég held að gera það sko. Og Ég held að sé ekki að staldra við. En hvað trúið þú að drauga? Ég trúi ekki drauga, en ég skal samt viðurkenna eitt, að ég mjög myrkfælinn. Já. Og þú veist? Og ég reyndar sko, ég finn það að minnka. Ég var sko bara... Eftir lengra sem ég fer inn í sambandi sem ég í núna, ég er búin að vera með konunum minn í 4 ár, og hún vill ekki horfa á hryllingsmyndir. Hún bara neitar að horfa á hryllingsmyndir. Hún skilur ekki pælinguna að af hverju ætti ég að fara að þjást. Svo mikið útrás, hún skilur ekki þetta dót en síðan hafa gaman að því síðan er hún smá satista pæling ekki myrkvælin og ég myrkvælin og ég upplifi svona og þetta ekkert, ég veit, ég fullorðinn maður og ég held að þetta ekki hræðslan við að ég allt í hennu hitti, þú veist, dauðan trúð á öðru henni eða eitthvað, þetta bara hræðslan við bara einhver bregði mér upp á þurru að mér bregði bara eitthvað meira einhver, þú veist og ég man eftir, það var eitt moment úr æsku, ég var svona 12-13 ára og ég var inn á baði og það var lokuð hurðin og ég var alltaf bólugræn til árulingur og ég setti oft svona hausinn svona onni í vatn, heitt vatn og svona skóla þannig ég var einhvern veginn, fyllti vaskinn af heitu vatni, ekki sjóðandi heitu, skilur, ég ætlaði ekki að sjóða mér aldrei og setti hausinn onni og þá eyrun líka og heyrði ekki neitt og var þrjá mér aldrei og fer síðan upp úr og pabbi stóð í speglinum og ég svona, þú veist, upplifði þetta moment, þú veist, það var svona draugamoment ekki alvöru draugamoment, en þetta var svona hryllingsmynda draugamoment þar sem þú horfir í spegil, lítur frá speglinum og horfir síðan aftur í spegilin og þá einhver í speglinum og og ég einhvern veginn, kannski ég bara hræddur að pabbi birtist bara í myrkrinu einmitt og síðan annað þegar ég var, þú veist, örugglega bara á svipuðum aldri kannski aðeins yngri sko, pabbi hafði náttúrulega ekkert sens fyrir því bara hvað væri að fara að rústa börnum og hvað ekki, sko og einhver tímann, það fór rafmagnið af íbúðinu, við byggum í Hjaltabakka, pabbi fyrir rafmagnið í Hjaltabakka og hann gerir eitthvað svona draugahljóð inn á baði og ég fór inn á bað og það sat pabbi í baðinu búinn að kveikja á kerti og var með grímu, eitthvað svona ógeðslega grímu og þetta rústaði mér sko. Og ég held að þetta sé mögulega ástæðan fyrir að ég er myrkvælinn. Þú ert ennþá myrkvælinn, ég bara... Og ég held að það sé bara hræðsla við að pabbi síðan, eitthvað með grímu eða... Hvað varstu gamall? Örugglega svona 24 eitthvað... Nei, ég var kring... Þú ert bara hræddur pabbi þegar það sé eitthvað stríðið þér. Já. En hefur aldrei séð, þú veist, sko, þegar ég var lítill, ég var ógeðslega myrkvælinn, en ég var líka alveg svona svona drauga obsessed, þú veist, ég var svo hrifinn af öllu draugatengdu og horfði á hryllingsmyndir allt og snemma og ég bara að lesa þjóðsögum, það bara fókin geðveitt, en þú veist, þar leiðandi var ég líka, ég var hryllilega myrkvælinn, sko. Og ég alveg, náttúrulega sá ekki drauga, en ég sá 3 sinnum, hef ég séð draug. Þú veist, eitthvað sá ég og bara eitthvað, sá fókin draug. Já, ég, sko, að því ég er eins og þú, ég er svona realistic líka, skilur, ég veit að ég vil halda því fram að sé ekki til þessi draugar í þeirri mynd sem við erum að tala um draugar núna og allt hafi einhvers konar útskýringu en það heillaði mig alltaf líka svona allt sjónvarpsefni sem tengdist einhverju svona yfir náttúrulegu dóti fannst mér alveg geggjað bara
þannig ég var alltaf að vona þú veist, maður held einhvern veginn í vonina og ég held að það sé hjá veist, það ástæðan fyrir því að fólk horfi bara okkur drauga þætti og visst alveg þetta bara bullshit og þetta ástæðan fyrir að Blair Witch var bara vinsæl mynd bara áður en að fólk bara fekk það var bara þegar hún lúkaði svo ógeðislega rík já, það var líka bara it's a true story og þú gast ekkert googla þú varst bara it's a true story skilur, þetta að fara að bóka samt til að finna út úr hvort það var rétt eða ekki Fengur þið ekki sent líka í ég man alltaf því ég fekk í póstinum bara svona missing persons bara sem marketing fyrir Blair Witch Nei Fengur þetta ekki? Nei, ég er náttúrulega að bjóða Sauðárkróki Þetta var fucked up, ég veit ekki hvort það myndi meiga í dag þeir bara lugu á okkur þetta var ekki based on a true story þetta var bara þau eru týnd og við fundum vídeo footage was found bara hérna dæmi sko nei, auðvitað má þetta ekki í dag og fucked up líka því að sko þessi mynd er náttúrulega ömuleg þetta er bara eitthvað hún ömuleg? Er þetta ekki svona ég ætla aldrei að horfa hann aftur hún er svona bildingar, þetta er revolutionary mynd skilur og hún bjóð til svona found footage genreið en ég náttúrulega hata found footage myndir skilur ég sá hana Cloverfield ég elska hana veist hvernig getur þú að elska hana, þú sérði ekkert hvað er í gangi en þá ert þú að miskilja hvað er gaman með drauga þú veist, þetta er eins og Cloverfield ekki drauga minn sann nei, en þú mér ást Cloverfield heldur ekki góð en sá til spænsku myndir hana, Vaffa OS já, hún er geggjuð hún er fucking hún heitir REC sem gerist í blokk Vaffa OS REC er geggjuð, þú veist hann REC sem var sem gerði það Quarantine í Ameríku bara inn í einni byggingu það er found footage ekki found footage, það er verið í gegnum kameruna þú verður að viðurkenna að það sé góð svona mynd já, hún er líka ekki amerísk þú veist, ég er ekki að djóka það er ákveðna tegundur myndum sem verða bara verið menn sáðu Quarantine, fannst okkur hún góð viltu bara sama mynd nei, hún var ekki góð nei, en REC var geðvik og munið þetta ég horfði á hana nýlega þú mátt held ég alveg segja frá endaðatrinu núna hún er svona 20 ára komin mynd eða eitthvað voru bara 10 ára að horfa REC nei, en munið var ekki eitthvað gömul kona eitthvað mest upp það var bara eitt mest skeri en taldu svona skeri myndir eru með eitthvað svona mynd top of your mind sem er bara mest skeri mynd sem þessi ég er alveg með eina alveg bara sko það er ekkert sem sko það er myndin sem að ég man síðast þegar ég svaf upp í þurfti að fá að sofa upp í á pappa þegar ég var 13 ára þá Grudge og þú gengst það rappar í dag já, þarna var ég búin að gefa út fyrsta lagið mitt sko í alvörinu já, en come on, þó ég hef verið búin að gefa út lag var ég samt alveg ég var bara barn skilur við pappa þennum já og pappi er eitthvað stríða þér en svona öllu grunnslega, varstu 13 upp hjá pappa þennum? já, held það allt í góðum já, það er svolítið bara ekkert að þessu ég held ég að vera, já, bara 12 eða 13 sko grown up shit sko ég er bara viðurkenna hluti sem að bara þetta er bara, ég var bara mjög hræddur auðvitað af hverju, að það var eitthvað lítið barn sem sagði svona og var á rúmum hræðilegt var á rúmum auðvitað vildi ég vera með einhverjum í rúmunu já en þessi mynd og síðan er frekar nýleg mynd sem að mér fannst svona hræðilega skeri sko, sem heitir It Follows sem er svona já, hún var drulluspúki fannst ykkur það? já, mér finnst það mjög spúki það er gott koncept en er þetta ekki STDs myndin hana? Eitthvað svona kynnsjúkdómar eitthvað jú það er bara búið að gera kynnsjúkdóma á draugum eitthvað ég hef aldrei spáðið eitthvað það er stúpid ég man einmitt að ég sko las það síðan eftir á mér það gerði ekki mikið fyrir mig en mér ást myndin sjálf alveg það var fullt cool að fíla þarna gaurinn eitthvað þakinn og eitthvað og fullt spooky í henni en ég eitthvað var ekki alveg að þetta var aðeins og von og nós fyrir mig en þú verður sér líka sko munurinn á okkur og þér er þú og bróðin eru spáið mjög mikið í bíómyndum það er enginn sem spáir jafn mikið í bíómyndum og þið tveir þetta er svo mikið content að þegar maður setur ykkur mynd í tæki og hún er bara hvað er hræðilegasta mynd sem já, hræðilegasta, lélegasta mynd sem ég sé er það með skeri nei, ég vil bæði sko, já, bara bæði það eru nokkuð hluti sem það er að segja svona áður en segja þetta það er, ég fyrir til dæmis aldrei á hrollveikur í bíó og það er mjög einföld ástæð og það er út að það er búið að klippa myndin í tvent af okkur Íslendingi upp í Smárabíó eða eitthvað og hann ákveður bara hvernig er best að slúkta myndin í smástund og drepa pacingið og svo bara, ég myndi ykkur bara skeri aðrið, það er búið að byggja upp myndina í 45 minútur
og svo fór allir bara að kaupa sér pop og helmingurinn liðinu eftir að koma inn þegar að byrja að spila seinni helmingin og þá kannski eitthvað bara bræðatrið eða eitthvað mjög spennandi allavega, ég fór einu sinni í bíó á Hrollvekju þegar ég sá að hann var ekkert hlýja og þetta er mynd sem heitir Descent Neil Marshall Ertu að tala um það hellamyndin? Já, hún er hræðileg. Já, hún er drullu sko. Ég bara, þú ert talað um að vera hræddur við myrkrið. Já. Ég tengi alveg við. Já. Og og þá er ég ekki bara hræddur við að klessa á eitthvað en ég er ekki hræddur við drauga, ég trú ekki drauga, en ég trú á skrimsli. Þú trúir á skrimsli? Já, hvað? Hvað er það Bjötsjö? Þetta hann sé bara einhver bánsi, skilur bara skrimsli, hvað er það Great White sé? Já, ok, þú ert að tala um dýr Hvað ertu bara hræddur við skóabirni? Þú getur ekki, sko Þú ert bara að tala um dýr? Nei, en tjekka, það er til skilgreining á þessu hræðileg dýr það er búið að skilgreina Það er skrimsli bara Ok, ég skal endur á þetta þetta er dýr sem er ekki búið að finna og ekki að hættuleg Þú kalla bara, ég er hræddur við dýr sem er ekki búið að finna og eru hættuleg Já, mjög Eitthvað svona Sasquatch dæmi Basically, sko Sasquatch og Hvað er Sasquatch? Það er Bigfoot Já sem að mér veist mjög líklegt að hann sé til ég bara hendaði hann út bara hann sé er þetta að meina í álfunni? Þú veist, málega er að ég þekki ekki nú vel Ég veit, ég er búin að þekka hann í 20 ári, ég veit ekki hvort það sé grínast það ekki, sko, málega Trúir á Bigfoot? Já, þú veist, ég trú alveg að það hafi Þetta var erfitt maður þarna Já, þetta var erfitt Sko, í gamla daga og þessi í gamla daga fyrir mörg hundruð ára síðan voru apategundir sem voru bara risa fokki stórar og þú veist, það voru alltaf risar og núna er það bara krókudílar og fuglar og eitthvað svona og það er svo mikið, þú veist, hafið þið farið til Portland í Bandaríkjunum? Nei, þetta er ekki Nei, skólendið þarna þetta er ekkert bara eitthvað þetta er ekkert bara á stærð við Smáralindina eða eitthvað, sko þetta er bara stærð við Ísland, skilur mig og það eitthvað dýr geti falið sér fyrir einhverjum höndurinn þar er alveg möguleiki En við erum ekki að tala um eitthvað dýr í felunni, þú ert að tala um bara hefur þú séð til dæmis bara myndina Smáfótur teiknumyndina Smáfótur Ég trú ekki á Smáfót Hvað er það? Krakkinn á Bigfoot Já, það er teiknumynd Barnið á Bigfoot? Nei, það er bara svona teiknumynd Stórfót nema í þeirri mynd er hann smár og er Smárfótur Bara ólingsorn hans Ég held að eitthvað svo þess En bara til að hafa hreinu, ég trú ekki á að þeir hafa náðu vídeo á hann fyrir 30 árum og svona Mér er bara líklegt að Trúir á Loch Ness skrimslið Það er basically bara staðið Lagafljóts þú trúir á Loch Ness Nei, ekki maður ég trúi svona en þið veitir hvað ég er að tala um það er bara eitthvað dýr sem við höfum ekki séð og eru örugglega að drepa fólk en það sem ég okkar að segja Descent er að ég sem sagt fer á þessa mynd kem heim og ég þarf að leggja pínu frá húsinu og ég man svo lett, ég var svo hræddur Þau þurfa að lappa í gerum helli á leiðinni Nei, basically bara, þú manst hvað ég bjóða ég bara laði þarna móti þetta er bara 10 metrar en ég man ég sprettaði og ég var svo stressaði með lyklan ég misti þá algjör hryllingsmynda moment ég veit það og ég leit bakum mig og eitthvað en hafið þið upplifað svona moment? Það er að tala um að þú séu sitt myrkfælin og trúir samt ekki, get svo alveg trúir ekki drauga og eitthvað, er það ekki hræddur við þegar sólinn sest? Ég sagðist aldrei að svalur ekki í þessu samhengi, sko Nei, ok En er eitthvað mynd sem að láta ykkur líða svona? Ég er að tala um, ég var hljóp úr bílnum á heimtíminu út að ég held að eitthvað vera úr myndir sem ég var að horfa á geti koma eftir Þó ég trúið ekkert, en það var allt í líkamanum minn sem sagði mér að það væri eitthvað hætta þarna, sko Já, ég uppleiði þetta þegar ég horfði á Grudge og þurfti að sofa í rúminu hans pappa því ég var hræddur að myndi barn standa á rúminu mínu og segja Ég man ekki eins og hvað barni gerir í myndinni hvort það meiði fólk Er þú ekki að tala um stelpuna í ring? Er ekki ring hana? Nei Hún kemur út úr sjónvarpi Það er Grudge sem með þetta hljóð En hvað var málið? Þannig að það kom bara eitthvað svona 6 japanska myndir eða eitthvað allar stelpuna með hár fyrir andlitinu og voru eitthvað svona Ég sá aldrei Grudge, voru ekki bara svona bræða fólki En förum, sko, að því Var Grudge að drepa fólk, voru ekki bara bræða fólki? Ég man það ekki Ég held að það var bara að vera að breyða Manstu það þarna? Sko, já, var það ekki einhvern veginn þannig að fólk lendi í Grudge og bara fannst eitthvað Nei, það er ring Já, ég var að tala um ring Þá fannst fólk bara eitthvað svona lamað Já, eitthvað fyrir framann sjónvarpið eitthvað Já Dautt
Já, sko þetta sem þú bökkum aðeins í umræða aftur af hverju þú hatar svona found footage myndir af því þú sagði, maður sér ekki neitt en ástæðan fyrir að þú ert hræddur til þess við stelpuna í Ring að þú veist ekki alveg hvernig hún í framan og ástæðan fyrir að þú ert hræddur við hryllingsmyndir en svo eina íslenska hryllingsmyndin sem ég man eftir sem átti að vera eitthvað svona hryllingsmyndin sem var hana Iceland Whale Watch Massacre eða eitthvað sem lélegasta mynd sem ég séð. Já, en það til dæmis, það splattermynd. Já, en veistu hver vandamálin eru við hana? Það ekkert, en býtu, en sjáðu, megin vandamálið í myndinni að þú sérð vondakallinn á fyrstu 5 mínútunum. Þú veist, þú færð aldrei að vera í þessari ég hef ekki séð það myndið, það samt ekki algjört eitthvað svona splatter þeng. Nei, ekki að þú sjáir strax. Mike Myers bara framan á coverinu á Halloween og Freddy Krueger. Já, en það segir, þetta var samt bara Ólafudari. Þetta var ekki einhver með grímu. Var Ólafudari morgin í þessar mynd? Já, Ólafudari og þau voru 3, þau voru svona fjölskylda þau voru svona hillbilínum, þau voru bara sjómenn. Einmitt, ég hef ekki séð þessa mynd. Nei, menn sá og hana með fullir virðingu því að með þessi leikara frábæru Ólafur er geggjaður leikari en þessi mynd var bara því miður því ég var mjög spenntur hvað segir hún heiti? Reykjavík Whale Watching Massacre ég held hún fái 0 stjörnur Reykjavík Whale Watching? Já, hún heitir það sama og allt niður á bryggju þannig hjá baka búluna sýnum við að trailer henni. Já, ég veit ekki, ég verð alveg viðurkenna það þegar ég heyrði þessar mynd að, þú veist, náttúrulega Íslendingar svo spenntir að taka upp að þeir nenni aldrei að skrifa handrit. Þeir skrifa það bara Getur snúið sjónvarpinu aðeins? Þeir, já, þetta var best að láta sér já, þeir bara taka upp án þess að vera með bara 10 blaðsíður eða eitthvað og svo bara förum gunna með það. Er það málið? Ég ætla ekki það allavega en það lítur út fyrir það. Ég ætla ekki það allavega en já, nákvæmlega. It's a long story. I hope you didn't come for the whale watching. Sure isn't much happening. Já, hann var líka á ensku. How do you like Iceland? How do you like Iceland? Helgi Björns var ekki Ólafur, kannski var það bara Helgi Björns sem var vandræðið. Ég man þetta ekki. Já, mér sýnist alltaf öll að Helgi Björns hafi verið vondikallinn en ekki Ólafur. Ég held ekki að þú getur séð það í trailernum bara, þarf ekki að horfa á byrjunina. Everything will be okay. Harpoon. Getur þú séð, nefnir að þess að fletti upp hvort að Ólafur hafi ekki verið, eða hvort að hafi verið Helgi Björns sem hafi verið aðalegarinn í þessu mynd? Já, ég verða að viðurkenna eftir að sjá hann trailer. Já. Hefði alveg getað gískað að þetta var ekkert spesmynd, sko. Hvað með ykkur? Sko, ég horfði ekki trailerinn. Fyrir það sem hún þú veist, einhvern veginn, eins og ég segi, ég hef ekki séð hana, en mér fannst svona, sko, það voru oft svona eitthvað textabrót að koma yfir, sem voru svona pínu fyndin, þú veist, þetta mynd sem það hefur, þú veist, Ólafur er ekki inn í. Já, hvort hún sé að taka þessi bara svona... Er þessi mynd að taka sér sérstaklega alvarlega? Finnst ekki gott hvað ég var bara með fullri virðingu fyrir Ólafur sem ekki í myndinni? Það var ekki sem byrjaði að leika. Nei, en þú veist, ég skil gott við þarna. Ég verð líka viðurkenna, mér finnst alveg lúkið á henni cool. Mér finnst þessi trailer bara lúkið vel. Nei, og þetta er líka scenario, þetta er ógeðslega cool. Maður hefur ekki séð þetta. 4-9? Maður hefur ekki séð þetta í 4-9 væri geðveikt ef þetta væri 5 stjörnur, það ekki. Þetta er bara ekki einu sinni. Já, og ég týst þér. Það sem ég ætla að segja er... Þú veist ekki neitt þessa mynd? Hvað meinar þú? Þú veist bara að vera hater. Ólafur er ekkert í myndinni. Nei, ég man bara, ég var mjög pirraður þegar ég fór á þessa mynd í bíó. Ímyndaði samt, ef þú veist að þú ert eitthvað brjálaður yfir því að það sást að, þú veist, að greinilega Helgi Björns sem alveg geggjað. Þú veist, ímyndaður að þú ert svo pirraður yfir því að hann hafi sést á fyrstu 5 mínútur og eitthvað, þetta er vondingurinn einhvern veginn. Hann alltaf eftir þeim, ef þú hefur verið að, þú veist, horta á heila bíómynd af einhverju fólki að flýja eitthvað
þú veist, einhver öfl og svo bara í lok myndarinnar þú veist, kemur í ljós hvaða vondu öflið og það bara Helgi Björn Já, það var reyndar. allt annað dæmi betra bara einhvern veginn að sína strax þetta bara Helgi Björn Nei, finnst þið ykkur eitthvað off að sjá morðingjan til þess að byrja með? Nei, það fer samt eftir, þú veist, það náttúrulega bara fer algjörlega eftir myndinni, þú veist, auðvitað. eftir sjónrænu, sko þú veist, í svona, bara allt í góðu Já, þetta bara svona, í rauninni bara eins og Brain Dead eða Evil Dead eða eitthvað, en Ég myndi eitthvað leiðilegt að horfa á morðgátu mynd og bara gaurinn í byrjun bara Hann er morðinginn, Hann er skulum morðinginn. finna út í hvað morðinginn er Já, en það er eitt sem að ég tengi við þetta og þetta er hlutur sem ég hata í fucking bíómyndum að það eru flashback flashback í byrjun myndarinnar og svo kemur eitthvað svona, segja myndi byrjar 2 vikum fyrr þú veist finnst ykkur þetta ekkert pyrrandi að sjá í byrjun það er bara alkarðin, hann er allir í blóði hann er bara, oh my god, og bara bíp, hjartamænin bíp hann er bara að deyja, bíp og svo 2 vikum fyrr gaur, sýndum bara þegar hann er komin alveg við það að fara að deyja ég nenni ekki að bíða í 2 tíma eftir að hann fara að deyja ég sá þetta í byrjun ég meina, og svo deyr hann ekkert já, og svo deyr hann svo aldrei er þetta bara eitthvað ótrúlega tvist ég er búin að halda allan tíman að sé að fara að deyja mér finnst þetta bara svona cheap aðferð til Finnst þess ykkur að samt segja ekki sögu pirrandi í myndum Sorry, hvað hétt myndin? ég sé hvað Gauti var ekkert að hlusta á okkur Nei, fyrir ég datt út Sorry, ég var svo æstur já, hvernig með það? Það var mynd, hryllingsmynd, svona splattermynd eitthvað svona 3 hvíta gaura sem að fara og myrða fjölskyldu í einhver svona mansioni Fannst þetta þessa mynd? ég er þannig að Strange People eða eitthvað, nei, hvað er það? Já, nefnir Strangers Já, nei en það svipa dæmi Þetta er svona, já, þetta er nei, þetta er ekki já, svona þetta er þarna með Ryan Gosling, eða ekki? Jú, við vorum bara að spjalla góðu spjalli Og þú ég sagði- kasta spjallið okkar til þess að byrja umræð þú veist ekki hvað að tala þú bara tala um einhverja 3 gaura þú veist hvað mynd ég er að tala um Þú ert bara að tala um einhverja 3 gaur ég Alla- elska við erum bara truflaði núna einu IMDb bara Ryan Gosling Það sem ég ætla að spyrja er finnst ykkur samt ekki pirrandi því maður verður svona pirraður út í Hollywood endi á myndum veistu hvað væri pirrandi og vitið hvað er pirrandi þegar stjarnan deyr vitið hvað þegar myndir enda ekki vel það sökkar maður heldur að maður vilji ég það er svo ósamlega það er alltaf hressandi ég elska það að myndir enda illa sko. þú veist, fattur, ég elska að hata mér finnst það bara gott, þú veist, þetta er gott múf hjá veistu hvað verið geðut ef að Armageddon hefði enda á því að Bruce Willis það hefði er bara síðan meika þetta komið mission bara og hann hefði bara fengið einhverja fólkaorðu og eitthvað ég er að djóka með það en þú veist, ég er að tala um eins og þessi mynd sem ég er að tala um þessi hryllingsmynd sem Brian Gosling er bæðið ekki hún enda bara á Það því eru 3 gaurar í að það eru henni. bara 3 gaurar sem myrða bara fjölskyldu og sér enda bara myndin já, þið geggjaði punktur á Arnari þú bara trublaðir, bara hei, ég er svo fokkin pyrraður já, og vissi sér ekki neitt um hvað var það 3 gaurar og Ryan Goslingin já bara, ég er að tala um Murder by Number sem það er svona búlokk bara eitthvað allt um mynd ég man ekki hvað sem mynd þetta er já fyrirgeði en nóg um þetta nóg Nóg um þetta þetta. en við erum svona þurfum að fara að slúta þessum þætti hvernig getur það verið? hvernig geta það verið? Time flies það er pæling, viljið þið ákveða bara on air hvenær þið viljið blasta þessu og banna að segja þessar viku þurfum að vinna þetta en bara strax þið með að geta mánudag, þriðjudag er þetta ekki smá svona miðvikudags þáttur hvenær á kastalum? Alltaf það alltaf það þessi áttu verið alltaf það En hvernig meiku það, bara rétt í lokin, hvernig meiku að tala saman alla, eða veist ekki að tala saman? Kastalinn, já, þessu bara fyrir það sem við veit ekki, sko, Kastalinn var svo útastáttur sem við Arnar vorum með í örugglega hátt í ár mér minnir að á það er hverjum degi í ár já, þú varst alveg með hann svolítið lengur en Lengur, en við vorum saman hana frá janúar 2014 til, þú veist, lok ágúst, september 2014 Var þetta morgunhættur eða var þetta síðdeis? nei, þetta var síðdeis þettir og með 2 tíma alla daga, en þetta var líka stundu var kontenti bara voru þetta bara milli 2-4 eða var þetta 4-6 4 og 6 já alla föstudaga vorum við sko í harðri samkeppni við F95 blöð F95 blöð sko og það hina, var bara, fólk var bara hvort að ég hlusta á Kastalan eða F95 blöð ekki gleyma því að þetta var sko á sem sagt, mánudögum minni mig nei, það var alla daga
þegar við byrjuðum með Kastalan var eitthvað í gangi alla dagana. Þá var eitthvað svona, þú veist, Sveppi og Pétur á þriðjudögum og þessi á miðvikudögum og bla, en FNÍFM blöð dótið var það sem situr eftir úr því síðan. Já, mér finnst líka, ég verð að segja mér finnst þeir þættir bara fucking fyndnir, sko. FNÍFM blöð, bara geggjaðir. Ótrúlega gott efni. Já, þeir nefnilega eru geggjaðir. Ég bara svona, þú veist, meina hvað að ég og Gauti veittu þeim harðar samkeppni. Já, og sér líka hverjir unnu þá samkeppni. Já, ég meina, þeir allavega konur í podcast. Ég held að svona glæstasta mómenti okkar í Kastalanum var þegar við náðum að hringja inn í FNÍFM blöð í beinni útsendingu. En fenguð þið eitthvað svona eitthvað tölur hvað var margir sem styrta á tíðina? Já, við fengum alveg eitthvað með tölur. Ég man ekki, þú veist, tölurna voru bara fínar. Mér minni sko að þátturinn hafi alveg verið að koma alveg fínt út með hvað vorum í skamman tíma og í rauninni, þú veist. Ég hlustaði ekkert á þetta. Ég var alltaf bara svona ég fekk alltaf bara væp, bara vá, þeir hafa ekkert verið eitthvað að preppa sig eitthvað ekki að mikið, sko. Já, úrsamt, dagskráliði og... Ég var ekkert fasta hlustandi, ég hef aldrei náð að fylgjast með útvarpi, ég er ekki bara eitthvað alla daga frá 4 til 6 er ég ekkert endilega að keyra heim á vinnunni, sko. Nei. Þannig að það er bara geggja að geta fengið þetta núna í podcasti og geta að hlusta á það þegar maður sýnist. Þá getur þú bara valið og pásað eða bara ekki hlustað. Gerðu bara svo vilt. Já, ég gerði þess að Gauti, truflaði eitthvað og talaði bara um eitthvað allt annað og skipti eitthvað annað podcast og... Já, það er góð uppskrift af podcasti. Okay. Það er bara mjög einfalt. Takk fyrir að hlusta. Þessi þáttur er í boði... Það er ekki komið. Nei, ekki strax. Það er boðið ykkar. Já, ég meint bara boðið mín og Gauta. Já, bara frí. Bara hér, gjör svo vel.